Skiptir íslenska máli. Fáðu þér síma sem skilur þig. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál. Föstudaginn 31. janúar, febrúar handan við hornið. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur farið af stað með miklu látum og það verður að segjast eins og að við munum ekki í seinni tíð eftir annar eins byrjun. Það af mörg að taka þetta en fyrst og fremst það flokkur fólksins sem heldur upp í stuðinu, Inga Sæland upp á hvern einasta dag. Ef hún ekki að hringi skólastjórnendur og ræða við á týnda Nike-skó barnabarna sinna, þá hún að ræða fjármál flokksins sem hafa verið mjög í sviðsljósinni síðustu daga. 240 milljónir takk fyrir til flokksins sem þó átti lögum samkvæmt ekki rétt á þeim greiðslum því að ekki var staðið rétt að skráningu flokksins hjá ríkisskattstjóra. Það eru reglur sem settar voru á þinginu, Ingu sjálfri, og því hefði henni væntanlega verið í lófa lagið að taka þau máli í gegn og gera hreint fyrir sínum dyrum. Við bíðum ennþá eftir upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu, fjármálaráðuneyti Daða Más Kristóferssonar, það hvort að flokkurinn verði að endurgreiða þessar upphæðir eða ekki. Ef hann verður látinn gera það, þá sennilegt að hann stefni í þrot og þá verður að setja skiptastjóra yfir búið og það verður forvitnilegt að sjá hvaða lögmaður fær það verkefni í hendur. Við fylgjumst að sjálfsögðu með þessu áfram og ræðum hér í fréttum vikunar og eftir við ágætt fólk. En það meira að segja af stjórninni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varnarmálaráðherra, hún mætir ekki á fundi norrænna varnarmálaráðherra, þar sem að málefni Norðursins, Rússlands, Grænlands og hvað þetta allt heitir eru til umfjöllunar. Hún sendi ráðuneytisstjórann til Finnlands til þess að fara í þau mál. Við erum með viðbrögð við því auðvitað í fjölmiðlunum okkar þessa vikuna. En svo það Kristrún Frostadóttir. Hún hefur í mörg að snúast við að undirbúa þingsetningu og að halda stjórninni saman. Og það olli því að hún fór ekki til Auschwitz í Póllandi til þess að minnast þess að nú eru 80 ár liðin frá því að þessar hryllilegu fangabúðir voru leystar upp þegar Sovétmenn réðust þar inn og Þjóðverjar tóku til fótanna. Ég með magnaða mynd hér á skjánum fyrir aftan mig sem frá þessum tíma þegar að búðirnar voru leystar upp. Þar sést hvers konar aðstæður fólkið sem þó lifði af bjó við. Ég fjallað þessa mynd og helförina í löngu máli á fyrir tíð, þýddi fyrir 16 árum bók eftir Elie Wiesel, friðarverðlaunahafa Nóbels. Hann lifði þessar hörmungar af og bara sem barn og unglingur. Hann á þessari mynd reyndar, meðal fangana þar og lýsingarnar sem hann dregur upp í bókinni Nótt eru algjörlega skelfilegar. Ég velti fyrir mér hver forgangsröðun Kristrúnar Hún sagði að forgangsröðun hefði einmitt ráðið því að hún mætti ekki á þessa athöfn sem að þó forsætisráðherra Noregs, Danmörkur, Svíþjóðar og forseti Finnlands mættu til, Karl Bretakonungur, forseti Þýskalands og fleiri. Þetta mikið alvörumál. Auschwitz táknmynd mestu ílsku sem að mannkynnið hefur hort upp á og það ber að taka það alvarlega. Og Kristrún hefur reyndar brugðist við, hún fundaði með leiðtoga gyðinga hér á landi, rabbína nokkrum og ræddi svo við Ríkisútvarpið. Ég hjó eftir orðalaginu í þeim viðbrögðum. Þar sagði hún, ég fundaði í dag með rabbínum gyðinga hér á landi til þess að halda upp á þennan dag, alþjóðlega minningadag helförina sem við höldum nú hátíðlega í fyrsta sinn á Íslandi. Ég veit ekki hvort að gyðingarnir séu sammála því að þetta sé hátíð og að það að fara þessum orðum minningardag helfararinnar sem að hvílir á okkur öllum og ekki síst Þjóðverjum, en Kristrún verður auðvitað að meta það sjálf. Hún í kröppum dansi eins og við vitum út af þessum málum flokks fólksins og fleiri málum. Ég ætla að ræða þau mála aðeins hér á eftir við Hönnu Katrínu Friðriksson sem atvinnuvegaráðherra. En í fréttum vikunar verður það svo Kristín Gunnarsdóttir sem í hlaðvarpinu komið gott. Hún hönnuður og starfar hjá verkfræðistofunni Eflu og Þórður Gunnarsson sem hagfræðingur og kemur hér stundum sem gestur í dagmál og spursmál og við ætlum að ræða fréttir vikunar. En eitt áður en við förum í þau. Það kennaraverkfall yfirvofandi og vonandi að ríkissáttasemjara ná eða takist að forða því með sáttatillögu sem að deiluaðilar nú að fara yfir. En það mikill hiti í umræðunni. Foreldrar hafa kært kennarasambandi fyrir aðgerðir sínar og formaður leikskólakennarafélagsins fór mikinn þegar hann lýsti mikilli gremju með þetta og spurði þjósti hvort að foreldrarnir þessir sem að fóru í málið væru tilbúin til að horfast í augu við kennara barna sinna þegar þau myndu mæta með þau í leikskólan. Þetta var undarleg yfirlýsing og ekki bætt úr skák þegar hann sagði að það væri gott þegar þetta mál yrði tekið fyrir hjá dómstólum að þá kemur nöfn foreldrana fram.
Maður velti fyrir sér hvað formaður leikskólafélagsins ætlar að gera með þau nöfn og hvernig hann ætlar að bregðast við. Það er allavega réttur þessa fólks að höfða mál ef þau telja á sig brotið, rétt eins og kennarasambandið gerir í sinni deilu við ríkið og sveitarfélögin. En svo er það skólaþróunarspjallið. Það er vettvangur kennara og áhuga fólks menntamál á Facebook. Honum er haldið út af ákveðnum hópi sem að auglýsir þar vörur sínar og þjónustu og það er ótrúlegt að sjá hvernig orðaræðan er þar. Nú síðast tók ég eftir því að Björn Brynjólfur Björnsson sem er framkvæmdastjóri viðskiptaráðs var skotspót þessa fólks en sem oftar hann hefur lagt fram tillögur það hvernig eigi að breyta menntakerfinu til að bæta það og koma okkur upp úr neðstu sætum PISA-kannananna. Þetta er fólk ekki sátt við. Kennarar telja að viðskiptaráð eigi í fyrsta lagi ekki að skipta sér að þessar umræðu og að allt sem frá ráðinu kemur sé bull og vitleysa. Og það tók steinin úr núna í vikunni þegar skólaliðin okkur á Suðurnesjum benti öllum þessum stóra hópa á það að Björn Brynjólfur, hann á fyrirtæki sem heitir MoodUp, það sinnir vinnustaðagreiningum eða mælingum til þess að reyna að bæta starfsumhverfi fólks og sveitarfélögin á Íslandi eru mörg hver í viðskiptum með þetta ágæta fyrirtæki. Hvað gera kennarar þá? Það er stór hópur sem að segja að réttast væri að hætta öllum viðskiptum með þetta fyrirtæki, hætta að svara þessum könnunum. Meðal annars vegna þess að svona kannanir gera ekkert fyrir vinnustaði sem þetta tóm þvæla. En það er undarlegt hvernig þetta samfélag er orðið. Að ef að fólk er ósammála eitthvað, þá á að slaufa því. Fyrirtæki sem Björn Brynjólfur á, sannarlega, og er rekið og þar starfar ágætt fólk, er að sinna mikilvægum verkefnum og veita góða þjónustu eftir því sem ég best veit. Það fyrirtæki á greinilega ekki rétt á neinni tilvist vegna þess að Björn Brynjólfur er á ólíkri skoðun við kennarann ágættu. Þetta er ekki góð þróun. Maður velti fyrir sér hvort að kennurum liði vel ef að almenningur í landinu væri í sömu stöðu þeir. Gæti hreinlega slaufað kennurum ef þeir líkað ekki við niðurstöður prófa hjá börnum sínum. Fólk þarf að hugsa sinn ganga áður en það veður áfram með þessum og viðlíka hætti. Hvetjum fólk til að nýta helgina til þess. En fréttir vikunar með Kristínu Gunnarsdóttur og Þórði Gunnarsinni hér handan við hornið. Skoðaðu úrvalið frá mörgum að þekktustu vörumerkjum heims. Matthilda Kringlunni, Matthilda Smáralind og matthilda.is. Bylting í fasteignaviðskiptum. Kaupstaður fasteignasala. Samspil úrvalsþjónustu og sjálfvirkni. Kaupstaður.is. Við höfum ekki hannað rafbúnað í eldflaug, en við getum það. Lota. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þeir njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbusævintýraferðir. Vantar þig nýtt skrifborð? Híslan er með öll H1 rafmagnsborð nú á 50% afslætti. Verð nú frá 47.750 krónum. Híslan skrifstofuhúsgögn, Skeifunni 8 og híslan.is. Við hjá Steypustöðinni erum stolt af því að hafa hlotið hvatningaverðlaun Creditinfo fyrir framúrskarandi árangur í sjálfbærni 2024. Þannig byggjum við sterkari framtíð fyrir komandi kynslóðir. Komið sæl að nýju. Þau eru komin hingað, Kristín Gunnarsdóttir og Þórður Gunnarsson. Kristín stýrir hlaðvarpinu komið gott og hún er hönnuður og hvaðina. Þórður er hagfræðingur og hefur margoft mætt hér, bæði dagmál og spursmál, að ræða pólitík og efnahagsmál og fleira. Það vill þannig til að þau eru systkini. Það er hins vegar alltaf huldu það hvort þeirra er eldra og við ætlum ekki upplýsa það hér í þættinum. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk hérlega. Og gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Kristín, ég er auðvitað að kalla þig hingað í þáttinn út af því að þú hefur verið orðuð við formannsframboðið í VR. Já. En að því að ég er kvikindi, að þá ætla ég ekki að spyrja þig nánar út í það fyrir í lok samtalsins. Ok, við höldum súspens hér. Er það ekki? Já. Ok. Svona gera alvöru stjórnendur. En þeir upplýsa reyndar yfirleitt ekki það. Það eru margar fréttir í vikunni. Þið hafið tekið mikið fyrir auðvitað pólitíkina í ykkar hlaðvarpi og þar fer Inga Sæland með himinskautum. Það kemst eiginlega enginn að fyrir henni. Nei, einmitt sko. Við reyndar sko báðum náttúrulega hlustundur okkar og alla þjóðana afsökunar hérna fyrra árunni fyrir að hafa í rauninni
tromma hana ómikið upp sem skemmtilegan karakter vegna þess að úrslit alþingiskosninga þau voru eins og þau voru og kannski var ekki tilefni til þess að hlæja þessu öllu saman. En við höfum í rauninni bara merkt flokk fólksins sem La Familia Silent og tölum hann sem slíkan hér eftir. Og þetta náttúrulega bara ótrúlegt að þessi glænýja ríkisstjórn og Viðreisn og Samfylking þurfa einhvern veginn að taka þátt í þessari busavígslu svona á fyrstu dögum. Þetta bara, þeim eiginlega vorkunn, verð ég að segja, sko. Verið að tollera ríkisstjórnina? Ég myndi að halda það og það ekki verið að grípa, sko, heldur. Hvað segir þú, Þórður, eru að renna tvær grímur á samstarfsflokkana? Ég held að það sé engin spurning um það. Þetta rétt sem að Kristín segir að við erum sennilega öll, við þrjú og örugglega einhver fleiri seg það að hafa kannski haft bara aðalega gaman Ingu Sæland, hún svo sniðug og skemmtilega. Ég tók mjög hart á henni hér í leiðtogaviðtali. Það endur alveg rétt, þú reyndir að spyrja hennar spurningar sem hún hafði ekki verið spurð áður en hún hafði þetta bara svaraði með sínum alkunna skætingi sem að hún hefur komist upp með öll þessi árin. Núna er hún náttúrulega bara komin í valdastöðu og bara, hún verður bara að haga sér eftir aðeins öðrum viðmiðum og gera sér grein fyrir því hvert hún er komin. Hún veist ekki alveg gera það og hún er strax farin að misnota stöðu sína með hótandi skólastjórnendum út allan bæ. Þetta er háttsettum embættismanni og kjörnum fulltrúa alls ekki sæmandi. En er hún ekki bara að gera það sama á Trump og Berlusconi? Er þetta ekki bara ný aðferðafræði sem kann vel að virka í lok dags? Já, þetta er alveg, hún er eins og Trump sko og hefur verið undanfarna daga, þannig að það er alveg rétt sko, en ég veit ekkert, ég er ekkert alveg viss að sé sami jarðvegur hérna á Íslandi fyrir þessa framgöngu. Og ég var nú að hlusta á hana Þorgerði Katrínu, okkar utanríkisráðherra, svara fyrir þetta í einhverju hlaðavarpi núna bara í gær sko og þá svona kemur svona, þú veist, hún er málsvari ákveðins hóp sem hefur ekki áður fengið að koma fram og þess vegna erum við svona viðkvæm fyrir þessu og eitthvað svona, en ég held bara að, ég meina eins og hún bara kom fram þegar það gengið á hana sko upphaflega með þetta, að hún, þú veist, svarar með þvílíkum svívirðingum í garð fjölmiðla og fleira í þeim dúr og það bara kann ekki góðurleika stýra sko. Það virðist reyndar vera eins og við fjölluðum aðeins á MBL núna fyrir í dag eða í morgun, svona lenskan hjá flokki fólksins að skrifa alla fjölmiðlaumfjöllun einhverjar ambúður sem að þau lenda í eða koma sér í sem einhvers konar ofsóknir, falsfréttir jafnvel. Þetta mjög stór orð. Grímulaust einelti. Grímulaust einelti. Ég kallaði blaðamaður innan gæsalappa. Það er nú kannski allt í lagi, eða ekki? Jú, ég hef mjög breitt bak, þannig að ég kem mér ekki upp fyrir það. Og er það ekki búið að gerast núna allavega í tvígang bara á síðustu viku eða 10 dögum að Inga Sæland er bara búin að rjúka úr viðtali við fréttamann? Jú. Þetta er nú nýtt frá henni. Ég nú aldrei leiðst einu sinni vegna svengdar. Já. En það er þetta styrkjamál sem er kannski svona stóra málið í þessu enn sem komið er. Er þetta stormur í vatnsglasi eða hvernig metið það? Mér finnst það alls ekki og eins og við höfum nú fjallað okkar miðli að bara ef að löggjafinn ætlar ekki að fylgja eigin lagabókstaf og finnst hann allt vera bara einhver formsatriði og eitthvað orðalag og þetta skiptir í rauninni engu máli, þá er það bara mjög mikill löðrungur fyrir okkur borgarinn í landinu sko, vegna þess að mér finnst það bara mikil óvirðing og vanvirðing við lögin og virðinguna sem við að bera fyrir þeim, þannig að mér finnst það alls ekki vera stormur í vatnsglasi og mér finnst bara óábyrgt að tala með þeim hætti. Og ekki síst líka sko virðing bara fyrir skattfé borgarana og borgarar þessa lands þekkja það auðvitað að skatturinn, tollurinn, sýslumaður og hvað þetta heitir allt saman, þeir hafa veigrað sér ekki við að eldast við einstaklinga og lögaðila út af einhverjum töluvert lægri fjárhæðum vegna einhver sem mætti heita fornsatriði en Inga lýsir þessu sem bara fornsatriði en svo er auðvitað býður manna það verkefni að sko skera úr sko eins og Sjálfstæðisflokkurinn skilar inn þessi skráningu eins fljótt og verða mátt eftir að þeir fengu leiðbeiningar það. Þýðir það að árið 22 sé þá í lagi fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er bara verkefni sem býður lögfræðinga en viðbrögð fjármálaráðherra Daða Más hafa náttúrulega verið svona alveg þá vegu að starfsmennirnir í ráðuneytinu hafi klúrað þessu. Mér finnst það nú svona frekar ódýr afsökun. Fjármálaráðuneytið er ekki eins og hvert annað ríkisfyrirtæki. Allt sem gerist það er bara á ábyrgð þess sem að situr þar hverju sinni. Já.
Þið gangi nú kannski töluvert lengra heldur en svona hefðbundni fjölmiðlar gera þegar þið talið menn og málefni. Enda erum við ekki fjölmiðl. Þið eru ekki skráður fjölmiðl, en ættu þetta að vera það og þetta það er þín skoðun. Þetta formsatriði. En það mál, þið svona í það því að fjárreiðurnar sem slíkar séu heldur ekki í lagi. Er það ekki fulllangt gengið að í að því að þau hafi gengið þessa sjóði eins og ferðasjóð hjá knattspyrnufélagi? Já, við settum þetta allt fram sem rannsóknarspurningar. Og við höfðum alveg þann var að ná, en það vorum við ekkert að fullera eitt eða neitt, heldur vorum meira svona spekulera, sko. En ég meina, þetta er $250 million sem ræðir og það eru engar kvittanir upp á borðunum og við þurfum bara að sjá þær og ef að þær eru allar upp á punkt og prik þá bara þurfum við að biðjast enn aftur afsökunar og okkar framgöngu. Þó undir öðrum formerkjum en síðast. Þetta eru slíkar upphæð, 240 milljónir. Þetta er ekkert grín. Sem að maður eiginlega skilur ekki nema að setja í samhengi. Það var einn góður sem að benda á það að það var hægt að kaupa 80.000 Nike skópör fyrir þessu upphæð. Já, ég meina að þetta er einn mælikvarði. Já, og svo var hægt að hugsa sér einbýlishús á besta stað í höfuðborginni fyrir þessa sömu upphæð. Og svo eru fleiri hlutir eins og til dæmis sonur Ingu Sæland hefur setið í stjórn Íslandspósts í mörg ár núna. Og hún oft verið spurð það hvernig stendur því og hvaða hæfni hann hafi sem að réttlæti það. Hún hefur aldrei svarað því. En núna er bara svo komið að hún þarf að fara að svara þessum spurningum. En nú gengur sá rekstur glimrandi, ekki óþarf að vera að eltast við fólk út af Já, reyndar hefur reksturinn snart vatnað eftir að hann settist í stjórnina, sonurina, það er ekki það. Þetta er pottþétt það, já, það er alveg klart. En það eru fleiri mál sem að tengjast ríkisstjórninni flokki fólksins. Ég ætla að fara aðeins yfir þessi málefni Sigurjóns Þórðarsonar hér á eftir með Hönnu Katrínu Friðriksson sem við höfum aðeins dreift á. En það eru líka að þeir virðist einhvers konar vandræði sem Kristrún er að ræða í og Þorgerður Katrín líka, þau segja að varnarmálin séu mikið aðalatrið en svo eru þeir ekki mættar á viðburði sem að allavega einhverju haldið að væru þungavittar mál. Já, mér fannst mjög merkilegt að sjá það að Þorgerður hafi skrópað á hana fund, sérstaklega það sem að þessu var gefið ágætlega mikið pláss í stjórnarsáttmálanum. Varnarmálaráðherra fundinn hjá Norðurlöndunum sem var haldinn í Finnlandi í vikunni. Akkurat. Og slæmt mál að mæta ekki þarna, sérstaklega þegar umræðan til dæmis á vettvangi NATO svo að það þurfa stór auka framlög. Við talaðum að við höfum í 2% af landsframleiðslu á Íslandi, núna erum við í 0,01%. 2% af landsframleiðslu á Íslandi eru ykkur 20 milljara, 90 miljarar. Og við erum að tala um að fara í 5%. 5% og þá erum við komin í ennþá hærri fjárhæðir. 240 milljarðar. Eitthvað svoleiðis. Þannig að það er mjög alvarlegt ef að varnarmálaráðherrann er ekki mættur á fund kollega sinna þegar það eru miklar breytingar framundan í þessum efnum. Og nú er hún ekki afsakanir að handboltamótið búið fyrir okkur Íslendinga í Króatíu. Já. Gísli Þorki klúraði því að það ekki? Algjörlega. Nei, hann gerði það ekki. Þeir stóðu sem verð strákarnir. Það voru aðalega dómararnir í þessum Króataleik sem fóru algjörlega með okkur, það er að segja milli Slóveníu og Króata. Þið geta að nota endurgreiðsluna frá flokki fólksins til að greiða fyrir varnarmálin. Þannig að það er alveg ein hugmynd. Ég ætti kannski að senda það inn í hugmyndagáttina. Upp í það? Já, ekki meira en það þó. En svo er það Kristrún og Ásvits. Ég var að gera hér á umtalsefni helförina og þessi hátíðarhöld sem hún kallar svo. Þarna er allir þjóðarleiðtogarnir. Er það ekki til marks ranga forgangsröðun þegar allir þjóðarleiðtogarnir mæta en ekki þú? Hvað getur verið meira áríðandi? Þetta eru náttúrulega svona, þú veist, auðvitað optics að einhverju leyti og ég meina hún afsakar sig með því að það sé verið að fara að setja þing og hún þurfa að vinna þingmálaskrána almennilega og hún er náttúrulega svona A-student, hún Kristrún og alltaf verið, þannig að hún alltaf að koma Þið eru bekkjarsystkini? Við erum gamla bekkjarsystur, Úr MR? Já, þannig að ég veit alveg hvernig hún mætir til leiks í svona efnum, þannig að hún alltaf að mæta vel lærið heima á þingsetningu og greinilega telur og það sem mikilvægara heldur hann að mæta þennan fyrir. En hún er með endalaust aðstofamenn og hún er með heilt ráðuneyti og hún er með starfsmenn þingflokksins og hún er með stóran þingflokk og hún er með Þórsna Júlíusson og allt þetta fólk og hún getur lesið yfir þessi skjöl á sagaklass þegar hún flýgur á milli. Ég veit það. Þetta er bara forgangsröðun, persónulega og hún sendi Þorgerði þarna og svo sá ég reyndar að RÚV gerði sér nú töluverða mat úr því að Halla Tómasdóttir forseti mætti ekki. Var hún ekki bara í skíðafríi? Jú, en þeir fóru alveg í því líka slaufur til að finna út úr því til þess að upplýsa það að hún hefði sannarlega verið í skíðafríi og ekki við önnur embættistörf. Þannig að já, þetta er merkilegt. Hún var eiginlega gripin glóðvolg vegna þess að það er greint frá því í stjórnartíðindum þegar hún fer úr landi. Þetta lítur þetta óþægilegt að maður ætlar að læðast úr landi og það birtist í stjórnartíðindum. Og þetta er eini staðurinn sem þau gátu fundið eitthvað hennar
ég meina hvar hún væri, en það var búið að senda ítrekkað fyrirspurnir og þeim ekki svara. Forseti í felum. Þetta eins og með Michelle Obama sem ekki mætti í útför Jimmy Carter og sagt að já, hún hefði svo mikið að gera en hún var bara á ströndinni á Hawaii. Já, þetta bara svona. Já, það allir í fríi. En það eru fleiri mál. Ég gerði þess að umtalsefni kennaraverkfallið hérna. Þið eru með börn. Eru þið að verða fyrir áhrifum af þessum aðgerðum ef að þær koma til framkvæmda einir í viku? Ég hef ekki lent, nei, það nokkuð, ég held ekki. Það er einhverju skólar að bætast við núna, ekki satt? Já, þú ert safe, sko. Ég held að ég sé í lagi, sko. Ég held að ég sé í lagi, en maður þekki marga sem eru, þetta bara nánast verra en COVID eins og það var þá. Já. Þetta að mörgu lítið verra og erfiðara. Þá voru allavega allir heima, sko. En núna, fólk bara að missa dag eftir dag úr vinnu. Og alltaf sama fólki, að vera að níðast á sama fólki. Það er náttúrulega gríðarlega ósanngjarnt og ég nú með 3 börn í 2 skólum og ég hef ekki orðið fyrir neinum áhrifum af þessu sem er náttúrulega alveg fáránlega ósanngjarnt fyrir þá sem verða fyrir þessu aftur og aftur. Og mér finnst svona hvernig forysta kennarasambandsins kemur fram vera svolítið svona fruntulegt, sko. Ég meina auðvitað eru þau í kjarabaráttu og ég veit að það er ekkert grín, en þetta er samt svona eins og þessir foreldrar sem eru þarna að í rauninni sækja rétt sinn vegna þessara verkfallsaðgerða, hvernig er sko tala til þeirra er alveg með ólíkindum, sko. Og líka eins og hann hvað heitir hann ekki, Haraldur, sem yfir leikskólakennurunum. Hvernig þessi foreldrar geti horft í augu kennara barna eftir að hafa gert svo hræðilegan hlut að það að kanna það hvort þetta sé mögulega lögum samkvæmt. Það birtist nú ágætis grein á Vísi eftir vin minn úr Skagafirði, Kristófer Marason, og hann einmitt svarað þessu og sagði ég skal horfa í augun á okkur. Og er meðal þeirra sem eru að lögsækja kennarasambandið, en auðvitað náttúrulega sko eins og... Og hann í kröppum dans í Skagafirði, menn vilja menna að hann megi ekki verið í skólanefnd í sveitarfélaginu, fyrst hann tekur þess afstöðu. Já, formaður fræðslunni Skagafjarðar, ég held að hann sitji þar og nú á að reyna bólum til því. Slöfunum. Ég heyrði hann síðan segja, ok, ef að menn telja mig vera óhæfan til sitja þessari nefnd út af þessari þáttöku vinni þessari málsókn og bara látum við það reyna, bara ok, kíkjum á það. Þannig að hann bara er... Önnur málsókn? Önnur málsókn, já. Málsókn er óður maður. Já. En þetta er auðvitað mjög skrítið hvernig að fóra stað þetta kennaraverkfall því að þeir voru rauninni búin að lýsa því yfir að þeir ætluðu í verkfall áður en nokkurs konar kröfugerð hafi verið lögð á borðið. Og mér finnst það einhvern veginn rýra þetta ákveðnum trúveruleika alveg frá upphafi, sko. En það verið heldur aldrei með að koma stað í þessar umræðu það hverju skólakerfið er að skila. Það er ljóst að kerfið er ekki að virka, hvorki fyrir kennara nemendur. Og við erum að mælast langt fyrir neðan öll önnur ríki á sama tíma og við erum að dæla miklu meiri peningum en hinnir. Maður hefur einhvern veginn haldið að kennarar væru reiðubúnir til að segja, heyrðu, það þarf að skoða þetta hér alveg frá grunni, ekki bara það hvað ég fæ í launatekkanum á hverju mánuði. Já, og höfum lækkað mikið í þessum könnunum. Við vorum ágætt í stað fyrir ekki svo mörgum mánuðum síðan, en þessu hefur bara rakað mjög og ég held að alltaf þegar það kemur ykkur, þú nú lendið því sjálfur, alltaf þegar kemur kannski ykkur sem er ekki hluti af kennarastéttinni og segir sína skoðun á málunum, þá í rauninni virðist ekki gilda málfrelsi fyrir þá sem standi undan stéttarinnar tjásum þetta. Það hefur engin vitað og svo má ekki tjásum það í raun. Og ég tek nú fram að formanni kennarasambandsins hef ég boðið núna síðustu 2 vikur að koma hér í þáttinn að ræða þessi mál, en hann er ekki áhuga á því. Ég lærði hagfræði í háskólanum en ég tek ekkert persónulega af einhverjir aðrir en hagfræðingar hafa skoðun á efnahagsmálum, það er bara sjálfsagt. Ertu viss um það? Ég meina þær eru misgáfulegar en allir hafa rétt á sinni skoðun þó að þeir séu ekki langskólagengnir á viðkomandi sviði. Já, líka bara þessi ósveigjanleiki sem þau hafa sýnt eins og kemur frá með þeim sem eru að semja fyrir hönd sveitarfélagana er að það verið að leggja til einhverju alls konar breytingar á uppröðun þeirra vinnudags eins og bara er hjá að því að þau vilja setja sig við hlið annara háskólamenntaðra sérfræðingar sem eru í alls konar öðrum störfum og það er engin vilji til að einu sinni skoða það, sko. Þannig að það er mjög mikill ósveigjanleiki líka til staðar. En eitt sem að má ekki tala, öðru sem að fái þessi guðsutnar, það er lengd kennaranámsins. Er þetta ekki tóm þvæla að leikskólakennarar og grunnskólakennarar séu þvingaði til þess að ljúka 5 ára háskólaprófi? Væri ekki rétt að menn hefðu fullt réttindi að 3 árum liðnum og getur svo sérmennta sig á ákveðnum sviðum eftir því sem efni og ástæður eru til? Er þetta ekki afleiðing þess að sko þetta leikskóla- og grunnskólakerfi er náttúrulega fyrst og fremst á hendi hins opinbera hérna á Íslandi með örfáum undantekningum og það hefur spilað stór hlutunum þannig hérna á Íslandi og við erum örugglega þannig í öðrum löndum líka að svona besta leiðin til að hækka í launum hjá hinum opinbera er að bæta við sig námsgráðun. Þannig að bara launatöflur. Já, þannig að ég hugsa nú að kennararnir fengu þetta sjálfur í gegn bæði til að fækka í sínum hópi og þar með styrkja samningsstöðu sína og líka þá geta réttlætt hærri laun
í krafti þessa mikla náms. Þetta röng aðferðafræði vegna þess að 2 ár utan vinnumarkaðar til viðbótar þetta stór tjón fyrir hvern þann einstakling sem í því lendir. Þú þarft ekki að sannfæra mig, ég alveg sammála, þetta ekki góð aðferðafræði en ég hugsa að þetta sé skýringin á því að við erum í þessari klemmu. Það gott að við séum sammála eitthvað hérna við þetta ból. Já, loksins. Nei, svo líka bara að tala það eins og það er sett eitthvað hlutfall á fagmenntun til dæmis leikskólakennurum inn á leikskólum og það sé hvergi að nást og það sé algjörn neyðar ástand í þeim efnum. Nú ég með börnin mín og hefur verið með öll 3 á einkareknum leikskóla þar sem mjög fáir eru með formulega leikskólakennaramenntun og ég get alveg fullyrt það að þetta er besti leikskóli bara á Íslandi sko. Þannig að þetta er ekkit bara, nú ég ekkert að tala niður leikskólakennaramenntuna, ég veit að hún er mjög mikilvæg en það er bara mjög mikilvægt að skólarnir séu með mjög skýra reglu og stefnu hvernig þeir eru með börnin og það er eiginlega fyrir börn á aldrinum 2 til 5 ára bara mun mikilvægara. Rammi, mjög skýr rammi. Setja mörk. Elska að setja mörk. Já, þið eru duglegar í því vinkonunnar, Ólöf Skaftadóttir. Sérstaklega þér, reyndar sko. Já, veitir nú ekki af því. Ræddu það við Sigurjón Þórðarsson. Son minn. Bróðursóttir. En það er formanns titringur í Sjálfstæðisflokknum. Á sunnudaginn síðasta tilkynnti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og hún hyggst sækjast eftir embættinu. Þórdís Kolbrún hrokkin af vagninum. Við bíðum ennþá fregna af mögulegum öðrum frambúðum. Haldið þið að þetta verði einfalt að sigla þessu heim fyrir Áslaugu? Veðbankarnir að segja það akkurat núna. Ég held að stuðullin sé nú komið niður í, fyrir þá sem þekkja þau mál, komið niður í 1,40 sem nú svona sá stuðull sem að United fær til að vinna heimanleik í ensku úrvalsdeildinni. Þannig að allra veðra von í þeim efnum reyndar á þessu tímabili en svona ekki góð samlíking. Nei, ok, Liverpool. En sko Guðrún Hafsteinsdóttir virðist vera líklegri núna heldur en Guðlaugur Þór til að fara fram. Hún búin að fá stuðningsyfirlýsingar frá sjálfstæðismönnum í Grindavík, á Suðurlandi, sjálfstæðisfélagi Austur-Skaftfellinga. Í kjördæminu hennar. Í hennar kjördæmi. En það sem kannski veikir hennar framboð var kannski að hún náttúrulega tapaði kjördæminu í fyrsta skipti í mjög langa tíma. Hvenær tapaði Sjálfstæðisflokkurinn síðast kjördæmi? Já, ég man nú ekki hvenær það gerði síðast, en Ásthildur Lóa fyrir Flokk fólksins, hún nær fyrsta sætinu. Sem einhver Kópavogsbúi sem rattar ekki kjördæmi. En á það ekki við í raun og veru alla þessa mögulega oddvita, Áslaugu, Guðrúnu, við getum nefnt líka Jens Garðar í Norður-Austurkjördæmi. Þetta voru ekki skapleg úrslit í neinu þessari kjördæmi. Nei, það er alveg rétt að þetta var ekki beisið í nokkur einasta kjördæmi. En ég held að Áslaug væri bara sennilega mjög góður kostur en ég held að það sé líka mikilvægt að saman hver vinnur þessa kosningu þá verður það sjálfstæðismenn að fylkja sér að baki formannunum og saman hvað hann heitir. En heldur þú að þetta verði slagur? Ég held að það hlýtur einhver að fara að bjóða sig fram. Ég finnst það nú mjög svona ekki í stíl sjálfstæðismanna að ætla að sleppa því og hafa hana eina þarna. Þú veit að Snorra Ásmundsson. Já, hann alltaf þarna. Er hann með setur eftir landsfundi? Held ég ekki. Hann færi nú að koma og gaspara þarna eitthvað. Já, einmitt sko. Nei, en það er mikill neisti í bardagakendinni, það er alveg ljóst. Og hún er komin á fullt og ég held líka bara talandi sko performance, hún er mikill orator og hún mun halda eitthvað eldræðu þarna á þessum fundi og það skiptir eitthvað máli líka. Já, hún er á mikill siglingu og þetta er greinilega tekið föstu tökum að sá það á þessu fundi sem var streymt á mbl.is að það hefur komið sérstakt logo og þar hefur til göttunum. Það styttist örugglega að hún fara að selja varning. Já, hún er byrjuð, það látt ekki svona. Já, byrjuð því, bækur og derhúfur og fleira. En svo er það Framsóknarflokkurinn, það má ekki gleyma honum þó hann hafi skroppið talsvert saman. Lilja Alfreðsdóttir sem að dettur út af þingi, hún er hvergi bangin. Hún er önnur bardagakind í þessu samhengi. Hún er önnur bardagakind. Hún sé alveg pottþétt að hlaða í byssurnar að fara í Sigurð Inga. Ég held nú að hann, allavega eins og sem ég hef hlustað á hann tala, mér finnst það nú ekkert vera eitthvað að hverfa sjónasviðinu sko. Hvað í kynda byssurnar? Hann á örugglega nokkar svoleiðis. En það er samt örugglega flókið sko, að vera með formann sko, sem er ekki í þingflokknum, sérstaklega því að það er svo stutt sem að kosið. Nú ætla ég kannski að vera djarfur að spá því að það séu ekki endilega alveg 4 ári næstu kosningar, þó að ég er nýbúin að kjósa. Ógeðslega neikvæður. Kannski meiri líkur á því heldur en oft áður. En ef að Lilja myndi taka formanninn, þá væri nú óheppilegt að
hann komst ekki á þing núna síðast og þurfti þá að vera utan þings fram að næstu kosningum. Ég held að það sé ekki heppilegt, allavega það myndi aldrei gangi í Sjálfstæðisflokknum allavega. Sigurður myndi nota það sem röksemd fyrir sínu áframhaldandi formannssæti, en það eru þetta fleiri inn á þinginu. Ingibjörg Ísaksen, Halla Hrund Logadóttir, Stefán Vagn Stefánsson. Hún elskar að bjóða sig fram reyndar. Já, það er ekki fyrsta sinn. Hún er algjörlega horfin af sjónasviðinu, hún alltaf eiginlega bara síðan ekkert fyrir kosningar, eða ekki? Maður heyrir nú ekki mikið frá henni. En kannski verið að hlaða í næsta framboð. En hugsa ykkur hvenna fansinn ef að Lilja tekur þetta? Já. Það eru Sigmundur 1 þarna að góla í næstu kryddsíld. Áslaug og Lilja, ef það taka þetta, þá verður Sigmundur 1 í þeim góða hópi. Já, ef að Guðrún líka, ég meina. Þá verður þetta að taka svipað mynd af honum og Halldóri Laxness árið þegar hann tók við Nóbelsverðlaunum og var umkringdur þessum glæsilegu konumöllum. Við munum orkestrera það hér, voru myndatöku. Þið hérna í hádegismóum græði það. En verður önnur ásýnd á þinginum? Það aðeins velti fyrir sig eins og með þessa valkyrjustjórn sem svo kölluð og samskiptin milli þeirra, er að verða einhver, er í raun verið að slá annan tón með því að hafa konur í öllum helstu embættum? Ég meina það er alltaf að tala fallega þingsetningu og fallega þingmálaskrá sem það er alltaf að setja inn. Þannig að það er svona að blæbriða munur á allri orðræði. Heldur að Bergþór Ólason myndi ekki tala svona? Nei, ég held ekki, sko. Við erum með fallega þingmálaskrá hérna frá Miðflokknum. Þetta er glæsilegt. Já, það getur verið. Já, ég hugsa að verði nú eitthvað svona áferða munur. Já, ég held það. En ég held að það kannski verði aðalega, þetta er nú frekar allt í frekar formfast þarna á Alþingi, en það er náttúrulega byrjaði náttúrulega rifrildi og drama út af þingflokksherbyggjunum. Já. Hann að maður veit ekki hvernig það fer. Það verður að rífast herbergi þarna milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Já, hvað segir það? Ég finnst að ég nú að bera einhverja virðingu fyrir hefðum, sko. Það er nú að rífa allt upp með rótum og það að komast í ríkisstjórn. Og það að brjálast. Og það að trillast. Guðmundur Ari, annar bekkjabróðinn. Annar bekkjabróðinn, díses, hvað er ég að gera? Ég sit bara hér, gaspandi. Já, ég held að það sé nú að mörgur liti skemmtilegra. Þrátt fyrir allt. En þetta þingflokksherbeggi hefur verið í höndum Sjálfstæðisflokksins í 80 ár. Það er málað í litum flokksins. Þarna hanga uppi myndir af gömlu þingflokkum og þingforsetum og hvaðina. Maður hefði kannski skilið þessa kröfu samgöngurinnar betur ef það væri mikill stærðarmunur á þingflokkunum. Ef það munar einu þingsæti. Það munar einu manni, já. Þetta eru 14 versus 15 þingmenn. Rökin eru þau að sko, þau vilja vera í kallfæri við samstarfsflokkar sína í ríkisstjórn sem að ég held að sé nú bara fyrirsláttur. Ég held að sé nú bara... Þú heyrir Ingu Sæland hvað sem hún er í húsinu. Já, og svo náttúrulega bara erum við með svona einhverja farsíma sem er nýjasta tækni sem hún getur notað til að eiga samskipti eða það þarf að hittast. Ótrúlega bylting. Það þarf ekki að kalla, ég persónulega finnst pirrandi að fólk er að kalla á mig milli herbergja, ég heyri það aldrei. En Þetta vísa í reynslu úr æskuðinni? Nei, jú, örugglega. Hérna er þetta alltaf komst upp á yfirborðið, mér líður eins og Dr. Phil. En hver verður niðurstaðan? Getur þingforseti og þingið annað en tekið þetta til greina í raun? Ég held að sko, þau verður bara að standa við stóru orðin og sitja í herberginu, vera með setuverkvall. Setuverkvallið, já. Ég man fyrir nokkrum árum, það var í beinni útsendingu á RÚV í nokkra daga, eitthvað svona allar sólarhringinn sauðburður. Já, Slow TV, einmitt. Vera með þetta í beinni, bara vera að sjá Jón Gunnarsson hann með bara einhverja bauga hérna klukkan 4:30 morguninn, bara eitthvað. Og sitja bara 48 tíma. Sölsætnasti þingmaður. Já, ég finnst þetta mál dálítið, ef ég má svona rekja söguna, dálítið minn á það þegar að R-listinn tók upp á því að fjarlægja frægt málverk af Bjarna Benediktssyni í Höfða. Það málverk hafði dálítið mikla sérstöðu vegna þess að það kemur fyrir á mörgum frægum ljósmyndum frá leiðtogafundinum 1986 og þegar þeir takaði við völdum einhverju eftir það, þá fjarlægja þessa mynd af þessum horfna leiðtoga sem að féll frá auðvitað með í skelfilegu slysi 1970 og svo leið og Sjálfstæðismenn komast aftur til valda sem að reynda varði skamma stund að þá var mikið gert úr því þegar þeir báru verkið aftur niður af háaloftinu í Höfða og hengt upp á vegg. Er þetta átök einhverja ólíkra menningarstrauma eða? Ég held að ef Áslaug Arna var orðin formaður þá myndi hún bara rífa þessa myndi niður á veggjunum og mála næsta herbyggi sko. Það er bara hægt að leysa þessa hluti. Mér finnst það reyndar alveg ótrúlegt væl í rauninni báðum sko. Báðum aðalum? Já. En Áslaug myndi bara færa sig? Já, lausnir. Gefa sig? Gefa sig, finna lausn. Þetta lýst okkur svo vel. Þið eru svo samanvaxnir og samanreknir báðir. Ég finnst að menn eiga að standa á sínu í þessu máli, ég held það sko. Áfram íhald. Það er að segja Sjálfstæðismenn, já. Áfram íhaldið. Ég get ekki sleppt þér hins vegar, Kristín, fyrir en
ég fæ úr því skorið hvort að þú sért að taka á hendur það verkefni að bjóði fram til formennsku í stéttarfélaginu VAFR, félagi sem að ég var reyndar formaður í hér fyrir hálfri öld síðan. Herru, já, þetta í fyrsta skipt sem einhverju komið að mála mig. Fólk alltaf að spyrja mig hvort það svo sé, en þetta raunverulega fyrsta skipti. Það bætist endalaust í stóðið, bara síðast núna í dag. Og þarna Flósi, já, fyrir samfélkingar, oddviti í Kópavogi, það ekki? Flósi Eiríks. Já, og svo náttúrulega Halla og þetta algjört. Já, þarna stóða fólki sem alltaf bjóða sig fram. Þorsteinn Skúli Sveinsson, Bjarni Þór Sigurðsson sem að reynda starfar hjá Alþýðusambandinu. Einmitt. Já. Ekki full ástæða til þess að bara dengja sér í þennan slag? Dengja sér í þetta. Ég meina, það getur bara vel verið. Ég held allavega eins og VAFR búið að vera rekið með undanfarin ár með núverandi þingmann Flokk fólksins Ragnar Þór Ingólfsson í brúnni. Reiðasti maður landsins. Reiðasti maður landsins. Að þetta stærsta stéttarfélagið og meiri hluti félagsmanna bara venjulegt fólk og sem ég og Doddi hérna, sko. Þú veist, sem bara Venjulegt, já. Millistéttin sem greiðir sína skatta og sína vexti og þegir, sko. Þannig að ég hugsa að gólandi formennir og Austurvellir ekkert endilega í forsvari fyrir meirihluta félagsmanna og við erum bara alveg mikið að lifa okkar dag eins og hver annar, sko. Þannig að ég veit ekki, það kannski full ástæða til að einhver bjóði sig þarna fram sem hefur svona aðeins aðra nálgun á þetta embætti. Þannig að þetta bara spennandi, er það ekki Tóti? Jú, ég meina þetta svarinnar myndi nú á, sko, þegar Ísólfur Gílu Pálmason var ekkert spurður út í framboð og hann svaraði... Enda eru þau lík? Enda eru þau, já, náskild, svaraði til að það var margir komið málið við mig á undanförnum dögum en enginn þeirra nefnt þetta. Það hefur verið þrýstingur á því? Það hefur verið þrýstingur á mig og ég meina framboðsfrestur rennur út á mánudaginn kl. 11:59. Þannig að ég ætla ekki að gefa það upp í hér þó þú sért að drepast úr frekju. Þú ætlar ekki að gefa það? Nei, ég ætla ekki að gefa það upp hér en við bara... Það feldurinn helgina. Það feldurinn helgina. Hún norpar undir feldi helgina. Hvað þetta verði ekki 10 manns endar í því? Herðu, þetta fróðleg umræða og þetta mjög mikilvæg inn í helgina fyrir alþjóð. Gaman að fá ykkur bæði hér í settið, Þórður Gunnarsson og Kristín Gunnarsdóttir. Hér eftir örskamma stund þá kemur Hanna Katrín Friðriksson sem nýr atvinnuvegaráðherra. Ég tók upp viðtalið við hann í gær vegna þess að hún á ríkisstjórnarfundum stundum fram eftir degi á föstudögum og ég held að það myndi nú allt ganga klakklaust fyrir sig en svo virðist þetta ágæta viðtal hafa borist til eyrna ekki nokkurs annars en Sigurjóns Þórðarsonar. Hann í Flokki fólksins, situr á þingi og næsti formaður atvinnuveganefndar þingsins. Í viðtalinu ræddi ég við Hönnu Katrínu aðeins stöðu Sigurjóns Þórðarsonar því að hann með útgerð, hann á strandveiðum með bát fyrir norðan og mér finnst það að setja hlutin í ákveðið samhengi varðandi afgreiðslu þessara mála í þinginu. Sigurjón var mjög ósáttur og setti færslu inn á Facebook þar sem að hann fór mjög ófögrum orðum mig og þetta viðtal, jafnvel þó hann sé ekki búinn að hlusta á það. Ég ætla ekki að hafa fleiri orðum það heldur, hvet ykkur til að hlusta á ráðherrann ágæta, þar fer hún skilmerkilega yfir þetta mál og mörg önnur og svo hlakka ég til að fá Sigurjón hingað í settið. Kannski bara strax í næstu viku. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ef þið elskið bóndan ykkar, þá gefið honum eyjabita á bóndadaginn. Meinhollur, ljúffengur og sívinsæll. Þú kemst á toppinn með eyjabita. Audi Q7. Einstakir aksturseiginleikar og enn meiri drægni. Komdu og upplifðu gæðin. Paulsen skiptur bílrúður. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bókaðu tíma á paulsen.is. Einfaldaðu bókhald fyrirtækisins og hengdu kvittanir við kortafærslur í appinu. Landsbankinn. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra.
Komið sæla nýju. Hingað komin Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Hún yfir því ráðuneyti sem reyndar verður ekki til fyrir en 1. mars næstkomandi við sameiningu 2 annarra ráðuneyta. Hún ber þann góða heiður að vera fyrst ráðherra í henni nýju ríkisstjórn til að mæta hingað í spursmál til þess að ræða málefni þjóðarinnar og þeirra málaflokka sem hún fer fyrir. Það er ríkisstjórn sem tók við 21. desember á nýliðnu ári. Velkomin sæl. Sæl og takk fyrir kella. Já, þakka fyrir að koma til okkar. Gaman að vera fyrst. Hingað, já, og það er nú full ástæða til að kalla þig á vettvang og þetta er gríðarlega umfangsmikið ráðuneyti. Þetta er þessa ráðuneyti. Já, og þetta er að verða til úr sameiningu matvælaráðuneytisins og viðskipta- og menningarráðuneytisins. Já, að því leyti til að það ráðuneyti eiginlega skiptist í tvennt. Menningarhlutin fer í það sem áður var kvín, það er að segja það sem er nýsköpunin og háskólamál. Menningi fyrir þangað en ferðarþjónustuna, iðnaður, samfélagsmál, neytendamál koma yfir í þetta nýja atvinnuvegaráðuneyti. Þannig að menningamáli fari í ráðuneyti sem Logi Einarsson er í, Já. sem að Áslaug Arna var ráðherra yfir. Já. Og ráðuneytinu sem splittað upp það sem að Lilja Alfreðsdóttir fór fyrir. Akkurat. Og þetta er gert með einhvers konar forsetaúrskurði, er það ekki? Þetta er gert með forsetaúrskurði, já. Og síðan gengur þetta í gegn þá 1. mars, þið eru væntanlega þá einhverju undirbúningsvinnu fyrir þessa sameiningu? Já, það sitja embættismenn, ráðuneytisstjórarnir auðvitað og aðrir uppteknir núna við að gera þetta því þetta er nú eiginlega flóknar en margur ætlar, það er bara þarf að passa það að það detti hvergi niður eitthvað ferli hjá löggjafanum sko, það er mjög mikilvægt þannig að þetta tekur alveg þennan tíma. Ég hitti þið fyrir utan smiðju nýbyggingu þinghúsins þarna 21. desember og mér varst óvenjulegt yfir með það hvað þetta er rosalegt verkefni. Er þetta ekki yfirþyrmandi að setja sig inn í þetta allt? Þetta er alveg verkefni sko, en fyrsta lagi þá er þetta mjög spennandi verkefni. Þeir skipta miklu máli fyrir samfélagið og í annars þá hef ég þrýst ég best í svona umhverfi, þannig ég er mjög glöð og það hefur ekki slegið á gleði mína þessar undanfarna vikur þar sem ég hef verið að setja mig inn í mál og kynnast fólki inn í ráðuneytunum og funda með hinum ýmsu hagsmunasamtökum, stórum og smáum, bara svona átta mig á persónum og leikandum, betur en maður gerir úr þingsölum eða nefndafundum Alþingis og þetta er bara þekkingin og krafturinn og viljinn til að ná árangur fyrir Ísland sko, smitar öll samtöl. Þannig að ég er ennþá einhvern veginn bjartari núna en ég var og var þá nóg fyrir sko. Ef við horfum á í raun og veru útflutningi sem verðmætasköpunina, við vitum það að við þurfum að skapa gjaldeyri til að geta búið til lífskeiði hérna. Akkurat. Þá er nú atvinnuvegaráðuneyti réttmætt heiti yfir þetta en þetta ráðuneyti er í raun og veru reglíf yfir þau umsvif meira og minna öll. Já, það er það. Þetta er innan raða þessa ráðuneytis er sjávarútvegurinn, það er landbúnaðurinn, það er eldið, nú kemur ferðaþjónustan og annar iðnaður og ef þú ert að tala útflutningsverðmæti þá er það náttúrulega álútflutningur þarna undir þó það sé á sjálfu sér starfsemi sjálf sé ekki, heyri ekki undir verkefnasvið þessa ráðuneytis og svo eru þetta nátengt mál sem eru síðan samkeppnis og neytendamál sem að ég er mjög ánægð með að hafa þarna með að því ég hef mikinn huga á og það er svo sem í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að þessum málefnum verður lyft og þau verði eld líka þannig að þess vegna er svo gott að hafa þau með þessum stóru atvinnuvegum þannig að við tengjum þetta saman og búum til einhverja heild þar sem að þessi atriði og það er þá mína ábyrgð að tryggja svo verði vinni saman. Það hefur verið svolítið tóg í ólíkar áttir eins og þú þekkir og sennilega aldrei hægt að koma alveg í veg fyrir það en það er hægt að lágmarka það. Ég held að við gleymum stundum stóra myndinni þar. Nú, þú nefnir samkeppnismálin, þetta er bara í hug ný frétt frá Bretlandi í liðinni viku þar sem að Sir Keir Starmer og ríkisstjórn hans var að láta æðsta yfirmann samkeppnismála taka poka sinn og þið eru ekki að láta þessa stofnun taka nægilegt tillit til samkeppnishæfni og í raun sveigjanleika viðskiptalífsins til þess að búa til verðmæti. Finnst þér samkeppniseftirlit á Íslandi taka nægilegt tillit til þess þegar þeir eru að stöðva samruna fyrirtæki eða kaupa á gjaldþrota majónesfyrirtækjum eða öðru slíku? Akkurat. Ég held að stóra máli hér, nú þekki ég ekki þetta máli í Bretlandi, á raunverulega fullt í fangi með Ísland þessa dagana. En hérna, ég myndi líta svo á að ef pottur er brotinn í þessum málum, þá liggur hann hjá löggjafanum. Af því að við erum með samkeppnislöggjöf og það eru við sem berum ábyrgð á því að búa svo um hnútana, að regluverkið og lögin virki þannig
að það sé verið að gæta hagsmuna neytenda og smærri fyrirtækja án þess að draga kraftin úr þeim sem stærri eru. Það verkefnið og á litlu markaði eins og Íslandi, þar sem að myndast næstu því óhjákvæmilega fákeppnisaðstæður, þá þetta ennþá brýnna. En ábyrgðin, hún alltaf hjá okkur, hjá löggjafanum og hjá framkvæmdarvaldinu. Við erum með kerfi sem með öflug samkeppniseftirlit sem vinnur sitt starf þrotlaust. Síðan erum við með áfrýjunarnefnd samkeppnismála sem fyrirtæki geta skotið úrskurðum til ef þau eru ósátt við niðurstöður eftirlitsins. Kerfið hér hefur verið þannig að í kjölfar úrskurðar þessa æðra dómsvalds eða áfrýjunar dómsvalds þá geta menn farið líka fyrir héraðsdóm og landsrétt og jafnvel upp í Hæstarétt. Fyrirtækin kvarta mjög undan því að samkeppniseftirlitið hóti slíku og segi ef að þið fellið ykkur ekki hér við niðurstöðu okkar þá drögum við ykkur næstu 10 árin hérna fyrir dómstólana. Það var gert tilraun fyrir nokkrum árum til þess að skera á þetta þannig að áfrýjunarleiðin væri raun þessi áfrýjunarnefnd eða úrskurðarnefnd. Hver þín afstæð í því? Finnst þér eðlilegt að stofnanir eins og samkeppniseftirlitið geti dregið fyrirtæki á asnaeyrunum í áratug? Nei, mér finnst það sjálfur sér ekki eðlilegt. Ekki frekar en mér finnst það eðlilegt ef að samkeppniseftirlit á Íslandi hefur mun lakari eftirlitsheimildir enn í löndunum í kringum okkur. Þetta eru bara hlutir sem það að tala og þetta hangir þetta tvennt saman. Eru það lakari heimildir? Já, það urðu ákveðna breytingar og við getum talað breytingu á undanþágu ákvæða samkeppnislaga 15. greininni. Þegar henni breytt í Evrópu af ákveðnum ástæðum, atvinnulífi vildi þetta, þá fylgdu með auknar eftirlitsheimildir annars staðar. Það gerði það ekki hér. Þess vegna talar þetta ekki nægilega vel saman. Þetta eru bara mál sem þarf að skoða og í mikilli skoðun, en ég þarf aðeins lengri tíma. En myndur ekki halda, ég myndi spyrja, ekki eðlilegt upp á samkeppnishæfnina og fyrirsjáanleikann að það sé áfrýjunarleið, en að hún sé þá endanlega í stað þess að það sé hægt að taka menn 1 stig, 2 stig, 3 stig og svo 4 stig. Ég skil þig, aftur. Þetta bara eitt af því sem þarf að skoða. Ég hef einsett mér, ég ætla að skoða þessi mál í heild, af því það akkúrat þessi bútasaumur sem stendur kannski stóru myndinni fyrir þrifum. Í báðar áttir. Já. Algjörlega, ég tek alveg undir það. Ég margótt reyndi að fá Pál Gunnar Pálsson hingað til viðtals við mig, en hann talar bara við ríkissjónvarpið, það eru betri spurningar sem koma þaðan. Að öðrum málum, fæðuöryggið sem að margir ræðum og hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum undanförnu. Við erum matvælaframleiðsluland, veiðum mikinn fisk fyrir heimsbyggðina, við erum með öflugan landbúnað, en á viðsjárverðum tímum þar sem að átök virðast yfirvofandi, verið að skera á rafmagnskapla, ljósleiðar og annað milli landa, þá áttar menn sig á að fæðuleiðir eða flutningsmöguleikar á fæðu geta raskast. Mér langar til að ræða við þig mál kornlax sem að við höfum reyndar tekið til umræðu og rætt við því hér á vettvangi Moggans. Nú stefnir allt í það að við hættum eða munum draga mjög úr korn- og hveitibirgðum í landinu. Þarf ekki, eða þurfa stjórnvöld ekki að bregðast við eða þetta bara mál eins tiltekins fyrirtækis? Sko, sennilega er svarið já við báðum þessum spurningum. Þetta erum við ekki að fara að þvinga einhverja framleiðendur til að framleiða hveiti. En ef að þetta er rétt, eins og fyrstu sýn og þetta er aftur eitthvað sem verið er að skoða að þegar kornlax flytur úr Sundahöfn, hefur í huga að flytja framleiðslu sína upp á Grundartanga, að þá er það heilbrigðiseftirlit Vesturlands sem hafnar þeim, vegna svo kallega þynningaráhrifa vegna grendarinnar við iðnaðinn þar. Já, álverið og jafnlendið. Já, en síðan er það aðrar eftirlitsstofnanir sem að líta á þetta og segja að þetta er of þröng túlkun og þannig að við erum kannski freka komin að því að... Og þú hefur hvatt fyrirtæki til þess að láta reyna á þær leiðir? Ég gerði það í raun og veru sko, því það er ekkert sem ég get gert akkurat í þessu tiltekna máli annað og ætla svo sem ekki að fara að gera það af vana mínum en þetta er kannski bara eitt af mörgum vísbendingum býsna víða að og það er ekkert, einskorast ekkert við málaflokka atvinnuvegaráðuneytisins verðandi að eftirlitsaðilar og þeir sem að fylgjast með framfylgd, því hvernig reglum er framfylgt, þetta eru margir aðilar, misjafnlega svona einhvern veginn nálgun á hlutina og þetta verður oft svolítið brotakennt. Þar held ég að sé til mikils að vinna að einfalda, vegna þess að ég held að það náist sko, betra eftirlit, skýrari skilaboð til fyrirtækja, til atvinnulífsins, ákveðin sparnaður
og á endanum þá snýst þetta náttúrulega bara hagsmuni almennings, hvort sem það að ræða matvælaframleiðsla eða einhver önnur framleiðsla. En þetta öryggismáli. Á Norðurlöndunum menn með kornlager eða hveiti varabirgðir fyrir 6-12 mánuði. Hér hafa birgðirnar verið til 3-4 mánuða. Þau hafa þó landleiðina til þess að flytja slíkt mögulega, ef mögulegt allavega til Danmerkur og í einhverju tilvikum frá Finnlandi eða til Finnlands. Ef að þetta verður veruleika, ef Kornlags getur ekki komið verksmiðjunni upp annar staðar, þá fer birgðastaðan niður í 1 mánuð. Já, ég meina, hún getur komið henni fyrir annar stað, hún getur náttúrulega byggt sína verksmiðju hvar sem ef henni verður á endanum hafnað algjörlega byggja henni við hliðina á. Það sé ekki hægt Þetta þeirra land, sko, það ekki, þetta þeirra aðstæðast, þeir verða eðlilega vilja byggja upp þar, en ég meina, ef að þetta er náttúrulega líka, ef að það fýsilegt að fara í þessa framleiðslu, þá er náttúrulega hægt að hafa hana mjög víða á Íslandi. En aftur, þetta er bara eitt af því sem við þurfum að skoða. Það er náttúrulega gríðarlega mörg mál sem tengjast akkurat þessu matvælaöryggi og þú nefndir það réttilega. Ég meina, það er líka, það er orkan, það er flutningurinn, þetta er stóra samhengið og mér finnst auðvitað ekki síst á þessum tímum sem við lifum núna, það er mjög eðlilegt að þetta svona mál séu ekki Kornlags eitt og sér, en þessi matvæla framleiðsla líkt og annars er tekin inn í eitthvað heildarmat á öryggisstefnu okkar. En þetta tiltekna mál tengist því að þeir fallast á grundvelli samninga við Reykjavíkurhöfn eða Faxaflóahafnir eins og það heita í dag, að flytja starfsemina úr Sundahöfn og upp á Grundartanga. Síðan forsendubrestur vegna þess og það er búið að segja upp lóðasamningna við þá í Faxaflóahöfnum. Við fáum engin svör frá Faxaflóahöfnum, þar sem stjórnarformaðurinn flokksfélagi þinn, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Hún vill ekki tala hér við blaðamenn um þessi mál. Voðalega þið óvinsælir. Já, við bara eigum enga vini greinlega. Er það ekki málefni stjórnvalda við þessar aðstæður, ef að það stefnir í það að við séum ekki með nema 1/12 af öryggisbirgðum hveitis í landinu við önnur lönd, að stjórnvöld grípi inn í og segi, herðu, þessi verksmiðja verður og fær leyfi til þess að halda rekstri áfram í Sundahöfn, þar til að þetta skýrist. Þetta er ekki gamanmál. Nei, þetta er auðvitað ekkert gamanmál, en þetta er nú kannski ekki svona einfalt að það séu þessi 2 staðir á landinu sem hægt að framleiða hveiti. Þannig að ég held að sé alveg ástæða til þess að anda rólega og velta þessu upp í fyrsta lega að sjá, er þetta réttmætt að þessi starfsemi framleiðsla geti ekki átt sér stað þarna upp á Vesturlandi og taka þetta síðan þaðan. Og þar erum við bara, þetta er nýkomið upp. Og þar eru þeir í fóðurframleiðslu, að kemur mann óvart ef að heilbrigðiseftirlitið leyfir umsvifvarandi fóður sem að fer í dýr sem að við síðan neytum sem afurða, en það megi ekki geyma hveitið. Já, komum við aftur að þessu sagði áðan. Þetta er bara hluti sem þarfnast svolítið nánari skoðunar, ekki þetta einstaka tilfelli, heldur bara hvernig við komum þessu svona fyrir. Og einum að fækka svolítið skrefunum. Við greindum frá því í Morgunblaðinu í gær að Evrópusambandið virðist vera að skoða að fella niður ákvæði varðandi þessi þynningarsvæði. Og það virðist vera yfirvofandi breyting sem að myndir hreinlega opna það að Kornlags geti verið þarna frá. Þarf þá ekki löggjafinn eða ráðherrann að kippa þannig í liðina að þetta fari ekki allt í óefni í millitíðinni? Það er akkurat það sem ég er að vísi. Það er það sem við erum að skoða. Það er það sem að Matvælaeftirlitið og hefur verið að benda mér á. Þannig að þetta er þar statt. Að öðru varðandi matvælaframleiðsluna, við njótum þess að neyta hér íslensk grænmetis í miklu mæli. Tómatarnir frá Friðheimum og gúrkurnar frá Laugalandi og hvað þetta heitir. Algjörlega. Nú kvarta þeir sáran undan hækkandi raforkuverði, segja að raforkuverð til þessarar framleiðslu hafi hækkað 25% milli ára. Það hleypur auðvitað út í verðlagið, það verður til verðbólga sem er versti óvinnur hverrar ríkisstjórnar. Versti óvinnur almennings. Já, almennings. Þar með á þetta að vera versti óvinnur ríkisstjórnarinnar. Getið þið eitthvað gert í þessu? Við erum, og þetta er eitt af því sem er tiltekið í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og við erum að skoða leiðir. Þetta er samvinnuverkefni fleiri ráðherra. Það er Jóhann Páll, ráðherra orkumála og það er fjármálaráðherra. Þannig að þetta er bara það sem við erum að skoða. Það er fullu vilji til að fara í gegnum þetta. Ég myndi helst vilja að við fyndum leiðir sem fælu ekki í sér tjekkan. Þú veist, eins og við höfum verið að bregðast við ákveðnum vanda bænda í gegnum þetta háa vaxtastig og þetta erfiða efnahagsumhverfi, já, að við fyndum einhverja lengri tíma lausn, af því við viljum náttúrulega efla þessa framleiðslu til framtíðar. Þannig að það er það sem við erum að skoða. Við erum algjörlega meðvituð þetta og ég tek hjartalega undir með þér. Þetta er
ekki síst framleiðsla sem að við viljum öll efla og njóta góðs af og ég var nú svolítið að því ég hef verið að tala styrkleikin að því að fá þessar atvinnugreinar allar undir sama ráðuneyti. Ég svo heilluð af því að þeir eru að tala við ferðamenn sem hingað að koma hvað þeir eru hrifnir af landbúnaðinum, hvað þetta talar mikið saman. Elska að geta keypt með þessa íslensku framleiðslu sem þeir eru ekki endilega að sé fyrir sér að Ísland væri landið, koma yfir jöklana og borða svo íslenska tómata. Það mjög merkilegt. Sem eru framleiddir með grænni orku meðan að gróðurhúsin eru kynnt með gas í Hollandi. Nákvæmlega, og horfa svo eldgos út gluggann eða eitthvað. Vonandi fjarri mannabyggðum áfram eins og hægt Allavega næst. En allavega, þannig að þetta verkefni. Þetta afleiðing, þessi orkuverðshækkun auðvitað afleiðing af tvennu. Annars vegar að við höfum ekki virkjað nóg og þið hafið í stefnuyfirlýsingu ykkar að stórauka raforkuframleiðsluna. En þetta líka afleiðing af því að við höfum markaðsvætt rafmagnsmarkaðinn. Þetta orðið þannig að það eru fyrirtæki í smásölu sem að keppa sín á milli einnig og heilsölumarkaði. Einhvern veginn hægt að komast fram hjá þessu þegar búið að taka og innleiða kerfi þar sem að þetta snýst einfallega bara hæstbjóðendur að vörunni? Þetta snýst, þetta rétt, það eru áskoranir í gangi orkumálum en auðvitað svo stærsta þeirra og svo sem við þurfum að komast fyrir núna, það framleiðslan. Og aftur erum við komin að regluverki og framkvæmdar aðilum. Það sem allt í klessu? Það úrbóta, það tækifæri til úrbóta. Svo ekki sem vera sagt. Já, en ég meina þetta hluti af þessu og eftir því sem minna af orku til skiptana því harðari verður auðvitað verðsamkeppnin og það skilar sér svona. Þannig að þetta harður heimur akkurat núna. En það eru tækifæri auðvitað í þessu og við þurfum að vanda vel til verka þegar við förum í aukningu sem verður vonandi fyrir en síðar á raforkunni að hún nýtist samfélaginu til góðs. En hefur þessi markaðsvæðing rafmagnsins, hefur þetta verið til bóta þegar menn horfa upp á þetta þar sem að fyrirtæki sem eru okkur lífsnauðsynleg og heimilin í landinu horfa upp á síhækkandi orkuverð? Ég held, stærsti hluti kostnaðaraukans skils mér til dæmis núna verið í dreifingunni. Það ekki orkuframleiðslu þátturinn sjálfur sem að valda stærstum hluta hækkunarinnar heldur dreifingin. Og það hluti sem við getum gert betur í, sannarlega. Það eru flöskuhálsar. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst að þar stærsta verkefni framöndan að finna út úr þessu. En kemur til greina í þínum huga út frá matvælaöryggi og því að þetta grænn iðnaður, heilsusamlegur iðnaður samlega að taka markaðan úr sambandi þegar kemur að tilteknum hlutum hans og þá nefni ég grænmetisbændurna sérstaklega? Nei, það held ég ekki. Ég held að það sé nú ekki í mínum huga lausnin. Ég þurfti að fá gríðarlega sterk rök fyrir því og vísbendingur að aðra leiðir væri ófærar. Ég treysti á að við finnum aðra leiðir. Nú var norska ríkisstjórnin að springa út af þessum orkumálum og þeir hafa tekið upp regluverk Evrópusambandsins. Það leiðir til þess að raforkuverðið þar hefur sprottið upp úr öllu valdi. Jafnvel þó að þetta sé einhver auðlindaríkasta þjóð í heimi, bæði hvað varður olíu og rafmagnsframleiðslu. Óttast ekkert að það fyllist mælirinn ekki bara hjá grænmetisbændum heldur öðrum sem að bendi þá ykkur stjórnmálamenn að segja hefur þið innleiðið hér eitthvað regluverk frá Evrópusambandinu og þetta orðin eitthvað kyrkingaról út af auðlind sem að við eigum og ætti að vera nóg til að rafmagni út frá. Já, staðan í Noregi gjör ólík okkar vegna sæstrengsins. Þar liggur krafan á að þeir selji þá orku sem annar borð innan kerfisins sem að sæstrengunin tengis á Evrópumarkaði. En niðurstaðan svo sama þar að segja að orkuverðið að hækka? Niðurstaðan alls ekki svo sama, hún miklu meiri hækkun þar. Þar liggur grunnurinn. Það eru hækkanir sem að ég að vísi það þar að segja ef almenningur segir... Nei, þú veist að vísi í Noreg það gjör ólík staða, miklu hærri hækkanir og þeir eiga erfitt með að bregðast við því að þeir tengdu sig og það þýðir auðvitað meiri tekjurinn í landi, þetta bara spurningu hvernig þeir dreifa. Það ekki bara strengurinn, ef að þeir hefðu strenginn en eigið regluverk, þá getur skrúað frá og fyrir eins og þið vildu. En þeir eru bundnir af Evrópuregluverkinu. Já, en við erum bundnir af Evrópuregluverkinu en við erum ekki með streng. Og það ekkert í neinum orkupakka þó við færum frá 1 upp í 1000 sem segir þið búa til tengja að við þurfum að tengja með streng. Það ekki þannig. Það alfarið ákvörðun Alþingis. En pakkarnir sem við höfum innleitt leiða núna til þess að orkuverðið hækkar. Þess vegna spyr ég, einhver hætta á því að almenningur segi hingað ekki lengra, þetta regluverk ekki að þjóna almenningi á Íslandi?
Ég hef ekki séð þá mynd að regluverkið sé ekki að þjóna almenningi á Íslandi. Það neytendavernd fólkin í þessu, það búið að opna á samkeppni, við eigum alltaf möguleikann. Það þjónar ekki almenningi ef að grænmetisverðið hækkar upp úr öllu valdi? Nei, en við vorum að tala um grænmeti, við erum að finna leiðir til að aðstoða þar, en það ekki hægt að taka heila markastefan og pikka út einhverja einstaka anga, við erum að horfa á þessa heild. Já. Ég var ekki að leggja það til, ég spurði bara hvort það væri færi leið. Hljómaði eins og var að leggja það til. Eitt í lokin varðandi matvælamáli. Maður satt orðlaus undir tíðindum í lok árs af mjög alvarlegri E. coli sýkingu á leikskólanum Mánagarði. Það eru annan tug barna sem að veiktust þannig að þau þurfa að vera undir eftirliti lækna svo lengi sem þau lifa. Hræðilegt mál. Af hverju búum við í landi þar sem að það heimilt að selja sýkt matvæli? Og menn segja að það á ábyrgð þess eða hins að elda það nógu vel. Árið 2011 fóru Bandaríkjamenn í þá vinnu að útiloka stóran hluta af þeim E. coli bakteríusýkingum sem til eru. Ekki eitthvað bogið við að segja að við búum í hreinasta landi í heimi og svo sé verið að aka með smitað hakkin á leikskóla vítt og breitt landið? Já. Ég ætla að byrja á því að viðurkenna að ég ekki mjög djúp í þessum bakteríufræðum. En ég veit þó að E. coli bakteríurnar eru hlutar af þarmaflórun okkar. Þannig að þær eru alls ekki allar tegundir. Þetta eru náttúrulegi gerlar. Sumar þeirra eru lífshættulegar. Sumar, akkurat, eru þessar lífshættulegu og það erfitt að útiloka. En af því að þetta hluta af þarmaflórunni þá erfitt að gera kröfu að þetta sé alls ekki matvælum. Þess vegna eru gerðar skýra kröfur meðhöndlun matvæla. Vinnslu, meðhöndlun og geymslu. Og þar pottur brotin í þessu tiltekna máli að því virðist vera. Þannig að það sem þarf að gera held ég og við getum ítt á eftir bara enn skýrari kröfur þekkingu, jafnvel menntun eins og drepið hefur á þeirra matráða sem að starfa við að elda mat. Þar með talið að sjálfsögðu og jafnvel fyrst og fremst leikskólum og grunnskólum þar sem verið að elda fyrir börn. Þannig að... Þannig að þú vilt auka enn á regluverkið? Já, nei, sennilega frekar eftirlitið, að því reglurnar eru alveg til staðar. Það mjög skýrt ferli. En hefði eitthvað eftirlit getað bjargað þessu máli? Já, eftirlit með því hvort búið að kynna þetta fyrir þeim sem áttu að þekkja til. En svo eins og þú segir, hvert einstakt tilfelli. En auðvitað munum við og erum þegar að grandskoða allt ferlið af því það veit Guð að við viljum gera allt sem hægt til að koma í veg fyrir eitthvað svona gerast aftur. Þetta má ekki endurtaka sig. Hræðilegt. Förum í öllu uppbyggilegri mál. En þetta, óskum þessum indislu börnum góð spata. Já, og þakklátt fyrir heilbrigðiskerfið okkar þarna. Heldur betur. Þú ert ferðamálaráðherra. Ég ferðamálaráðherra. Það stærsta atvinnugrein Íslands, skilar meiri tekjum hér í ríkissjóði en nokkur önnur. Það stendur nokkur stýrumanna og mér finnst ég ekki alveg átta mig á því þegar ég fylgist með fyrstu skrefum stjórnarinnar og útkomu stjórnarmyndunarviðræðanna, hvernig þið ætlið að haga gjaldtökunni af atvinnugreininni. Þið talið komugjöld og auðlindagjöld, en við höfum ekki skýra mynd að því hvað það ætla að gera. Nei, það má kannski segja að við höfum á mjög stuttum tíma farið alla þá vegferð sem síðustu ríkisstjórnar hafa farið í því að reyna að ná tökum á þessu. Og afleiðingin af þeirri vegferð síðustu ára hefur verið svona tiltölulega brotakennd gjaldtaka hér og þar eins og þú þekkir. Það í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar vilji til þess að skoða auðlindagjöld heildstætt. Taka þá bara þessar auðlindir okkar og átta okkur á því með auðlindastefnu hvernig við getum tryggt eðlilegt, sanngjarnt, gegnsætt gjald fyrir nýtingarréttin. Það lengri tíma mál, auðvitað. Hvað varðar ferðaþjónustuna, þá það í stefnuyfirlýsingunni að setja á gjöld til að vernda ákveðna vinsæla staði í eigu ríkisins, af því þetta hefur verið gert víðast hvar þegar slíkir staðir einkaeigu, vernda þá fyrir þessu mikla fjölda ferðamanna sem að eðlilega heimsækja þessa staði með einhvers konar gjaldtöku. Það að segja að gjaldtakan yrði þá nýtt til ákveðnar uppbyggingar. Til vara talað að ef að þetta næst ekki gegn og þessi varnagli hreinlega settur af því það búið að reyna þetta svo oft og lengi, þá talað komugjöld sem hafa þann kost umfram að vera
einfaldari í framsetningu. En auðlindagjöldin hafa svínvirkað á hakinu við Þingvöll í kerinu hjá einkaaðilum. Já, þetta virkar þar sem að menn fá bara frið til þess að innheimta þetta og þetta bara gert í bílastæðagjöldum. Já, akkurat. Ég fyrir 3 á sumri á Þingvöll og borga alltaf glaður 750 kall fyrir minn bíl og allir lifðu hamingjusamlega til æviloka. Ekki allir en flestir glaðir með þetta. Ekki Ögmundur Jónasson en allir hinnir. Nei, alveg rétt. Og þetta þess vegna eitt af því sem við erum að skoða. Það bara þannig. En þú veist líka, sumir af þessum stóra áfangastöðum okkar eru bara þannig úr garði gerðir að það er ekkert endilega auðvelt. Þetta er ekki lestaklefi, þar sem þú tekur bara sensin á að borga ekki en veist að þú getur verið nappaðar af lestastjóranum eða þeim sem lappar Þetta er svolítið flókið og mögulega mjög kostnaðarsamt að gera þetta allsstaðar. En þetta aðgerð sem er líka aðgangsstýring og hún þykir góð. Menn hafa með mjög áhrifamiklum hætti aðgangsstýrt inn í Bláa lónið með því að verðleggja ólíka tíma, sólarhringsins og annað. Komugjöldin, það er bara það sem maður kallar grassláttur. Þú slær bara sömu 5 cm af öllu grasinu, alveg óhátt því hvort að fólk sé að fara á Gullfoss og Geysi eða hvað það er. Alveg rétt. Er ekki augljóst að auðlindastýring með einhvers konar gjaldtöku inn á tiltekið svæði er bæði skilvirkar og skynsamari leið? Slíka auðlindastýring hefur ótvíræða kosti í för með sér, en það má líka, og það er nú kannski ekki til einfalda málið, að gjaldtaka á ákveðna nauttur auðlindir er ekki beint auðlindastýring. Þetta er ekki auðlindastýring fyrir þú ert farin að segja, ég mig langaði að fara á þriðjudaginn og það er uppselt. Þá ert farin að stýra. En ef það eina stýringi felst bara í formi þegar hækka verðið það hátt á einhver segja, ég ætla ekki að fara þetta út dýrt, Það er náttúrulega, það er ekki bein stýring. En þú getur gert hvort ekki, þú getur haft hærra verð á þeim tímum sólarhringsins þegar fólk vil helst koma og græða meira og þá lægra verð og meiri hvata til að koma á öðrum tímum þegar að minni trafík. Þetta er algjörlega eitt af því sem er inn í myndinni. Það sem er kannski erfitt er að það er búið að tala um þetta svo lengi og mögulega af því það eru svo margir möguleikar, líka af því að við erum svo margir af fólkinu okkar, ferðamönnum okkar komið til að skoða náttúruna sem við búum í stóru landi, við erum fámenn, þannig að það er ekkert alveg einfalt að halda utan gjaldtöku á þessum stöðum, alls staðar. Og svo síðan þetta, á að fara einhverja aðra leiðir, hefur gert það verkum að þetta hefur dregist. Ertu fylgjandi því að landeigendur sem að eiga náttúruperlur megi rukka fyrir aðgangað sína landi? Mér finnst eðlilegt að það sé þannig að þegar það eru fjölmargir einkaaðilar sem gera þetta, en maður myndi gjarnan vilja sjá að það færi þá í uppbyggingu á svæðinu og það hefur víðast hvar gert það. Þetta er líka flókið þar sem við erum að fara yfir einkalönd. Hvað segirðu? Mega ekki bara græða þessu? Jú, mega það svo smalveg. En það er flóknara þegar við erum að fara yfir lönd. Stundum er þetta eins og Geysir, þá er þetta ríkisjörð öðrum megin og einkaland hinum megin. Þetta er raunverulega ekki einfalt. En samstarfið við ferðaþjónustuna, forystufólk þar, hvort sem er hagsmunasamtök eða stóra fyrirtækja, er mjög gott. Ég átt samtal við mörg þeirra og á önnur eftir, af því ég held að allir vilji sjá þessa uppbygging og halda áfram. Við megum ekki láta það gerast að við komumst að einhverjum þolmörkum þar sem fólk hættir að borga fyrir að koma hingað, af því að við hugsum ekki nálega vel náttúrun okkar og þessa frábæra áfangastæði. Viðreisn er atvinnulífssinnaður flokkur og frjálslyndur flokkur, þið notið það orð mikið ykkar stefnu. Af hverju viljið auka gjaldtöku á ferðaþjónustuna? Vegna þess að við teljum að þegar atvinnugreinar byggjast upp á nýtingu á náttúruauðlindum sem eru í almannaeigu, þá sé það eðlilegt að fyrir það sé borgað ákveðið gjald. Við teljum líka að það gjald eigi að fara áfram að hluta til í uppbyggingu á þessum stöðum. Ríkið fær 200 milljarða á ári út úr ferðaþjónustunni, eina hverjum 3 krónum, samkvæmt greiningum, sem að koma inn í ferðaþjónustuna, endar í vasa ríkisins. Er það ekki nóg? Það er eðlileg skattlagning, rétt eins og við borgum skatt af okkar tekjum samkvæmt lögum, lítil fyrirtæki sem ekki er að sýsla með náttúruauðlindir borga skatta af sínum tekjum samkvæmt lögum. Þetta náttúrugjald er ofan á. Þetta er gjaldið, ef þú vilt kalla þetta hráefniskostnað, þá getum við gert það. Þetta er gjaldið fyrir afnot
af auðlind sem eigu allra þjóðarinnar. Þetta ekki það sama. En ertu sammála því að þú sem ber núna ábyrgð á málaflokknum þurfur að höggva þennan hnút þannig að þetta sé ekki óljóst? Nú hafa ferðaþjónustaðilar kvartað mjög undan því að ófyrirsjáanleikinn algjör. Það kom fram þegar að menn fóru í gjaldtökuna á skemmtiferðaskipin, það veldur því að fjöldi skemmtiferðaskipa kemur ekki hérna. Ferðaþjónusta getur engu svarað hvort að þú ætlar að leggja á komugjöld eða aðgangsgjöld á náttúruperlurnar. Þetta virðist vera bara í höng. Þetta ekki höng, við erum í samtali og það kannski ekki akkurat tegundin sem skiptir mestu heldur fyrirsjáanleikinn sem hún nefnir, af því að hann mjög mikilvægur og ég tek undir með þér. Það mikilvægt að ná að höggva hann á hlút og leysa þetta, ég ætla kannski ekki að segja eitt skipti fyrir öll, en að minnstakosti til lengri tíma, þannig að fyrirsjáanleikinn haldist og ferðaþjónustan verði ekki svona einhvern veginn fyrir því að allir ætli sér að fara með einhverjum bútasaumum eða snöggsóðnum hugmyndum inn í þetta að ná tekjum. Það stóra verkefnið. Hvenær getið þið skýrt þessa mynda því að svo verður fjárlagavinnan, hún verður í haust, eru þið þá að fara að boða það að það verði gjaldtaka sem að leggist á 1. janúar 2026? Ég þori ekki að fullera neitt það en mér þykir frekar ósennilegt að það náist úr þessu ef ég á að standa við orminum fyrirsjáanleika að það verði áramót. Það verður frekar 1. janúar 2027? Það 12 mánuðir þar á milli. 2028? Það 24 mánuðir þar á milli. Þú reiknar í vitlausa átt núna. Heyrðu, að öðru máli. Fyrsta verk þitt sem ráðherra var að lýsa því yfir að forgangsmál þitt væri að efla strandveiðar í kringu landið. Þið ætlið að stór efla þær á komandi sumri ef að ég skil ykkur rétt. Við ætlum að tryggja þessa 48 daga sem að eru tilgreindir í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar, já. Og í dag þetta þannig að þetta hafa verið alltaf 36 dagar, er það ekki? Jú. En menn klára... Já, það eru 48 dagar, það er bara klárað á... Já, menn hafa verið að klára þetta miklu fyrr. Já, misjafnlega snemma. Miðað við það hvernig þetta kláraðist til dæmis á liðnu sumri, þá erum við sennilega að horfa upp á tvöföldun afla sem dregin verður að landi í þessu kerfi. Já, ég raunverulega farin að endurtaka mig mjög mikið núna, en það hins vegar aflengina því að vera fyrstir ráðherra sem kemur til því. Þetta mál í vinslu og ég auðvitað mjög meðvituð það að þetta á ekki að þýða endalausa aukningu. Það eru alltaf rammar og einhvers konar sem við erum að skoða. Mér þykir mikilvægt að við búum svo hnútana að við reynum að tryggja eins vel og við getum að ábatinn sitja eftir í heima byggð. Þetta byggða sjónarmið að halda lífi í höfnum landsins og tryggja ákveðna dreifingu þar. Hvernig það gert? Það eru alls konar leiðir til. Ég meina þú veist, aftur Þetta eru meir og minna allt aðkomumenn í höfnunum. Ertu núna að fara að tala í Garðabæ? Nei, ég get líka að tala bara ég þekki þá allnokkra skal ég segja þér. Ég ætla bara ekki að nafngreina þá. Já, ég meina þú veist, það eru svona hlutir og nú eru málin bara eins og þau eru og þetta hefur þróast í þessa átt en það auðvitað hægt að búa til hvata inn í þetta kerfi eins og önnur kerfi sem til hjálpa okkur að ná þessum markmiðum. Þetta gert til þess að efla nærsamfélagið, nálægt þessum höfnum og tryggja að það líf. Þetta samfélagslega aðgerð ekki síst og hún skiptir bara mjög miklu máli. En þetta getur leitt til þess, miðað við það sem þið hafið gefið út, að aflinn sem dregin verður á landi í þessu kerfi tvöfaldist milli ára. Fari úr 10 til 12.000 tonum og sérfræðingar hafa sagt jafnvel upp í 25.000 tonum. Það verkefni sem ég með í höndunum að leysa úr þessu. Og hvert á að nú þið búin að gefa út byggðakvóta fyrir fiskveiði árið 2024-2025. Akkurat. Hvert á að sækja þennan afla eða þessar veiðiheimildir fyrst það verður ekki sóttur í þann pakka? Nei, þetta úrlausnarefnið. Ég get ekki farið dýpra ofan í þetta með þér núna, en það bara verið að vinna þetta, við erum að skoða þetta, það eru nokkra sviðsmyndir uppi, ég að skoða þær, eitthvað þurfum við að hliðra til þess að ná þeim markmiðum sem ég vil og hef undirliggjandi við þetta stóra markmiðum 48 dagana. Þetta bara mjög spennandi. Nýr fjármálaráðherra og varaformaður Viðreisnar, hann skrifaði vísindagrein árið 2021 í rit sem heitir Regional Studies in Marine Science og hann fullir þar á vísindalegum rökum að þetta fyrirtæki leiði til sóunar eða þar að segja þessi aðferðafræði. Er það ekki ábyrgðarhluti fyrir matvælaráðherra eða atvinnuvegaráðherra eins og öll önnur stjórnvöld að tryggja að það kerfi sem notast við leiði ekki til sóunar? Eru við í þeirri aðstöðu að geta leyft okkur að búa til kerfi sem við vitum að leiði til meiri sóunar heldur en annað kerfi sem að hægt að notast við? Skiptir máli.
hvernig samfélag við byggjum hérna á Íslandi. Við viljum hafa byggð all land. Ef þú vilt kalla það sóun, þá gerir þú það. Ég ætla ekki að gera það. Ég ætla að leyfa mér að leggja samfélagslega hagsmuni á jöfnu við efnahagslega hagsmuni í þessu tilliti. Það skiptir máli fyrir það hvernig við byggjum upp. Ég vil ekki tóm bæjarfélög hérna út all land að því við höfum verið svo upptekin af einhverjum öðrum hagsmunum. Svona byggjum maður upp samfélagi. Við byggjum ekki upp samfélag með því að ýta undir atvinnugreinar sem leiða til sóunar. Þetta er ekki sóun. Fjármálaráðherra segir það. Hann segir þetta leiðir til sóunar þetta kerfi. Þú ert ósammála því? Ég er ósammála því sem stjórnmálamaður sem ber ábyrgð á byggða sjónarmiðum í þessum málaflokki að það sé sóun. Það sé að reyna að segja, við lítum til hérna 3 stoða í sjálfbærni, það er efnahagsleg, það er samfélagsleg og það er umhverfisleg. Það eru 2 seinni stoðirnar sem skipta máli hérna. Hér er annar raunvísindamaður sem þú þekkir vel, heitir Ingvar Þóroddsson. Akkurat. Hann er þingmaður Hvað kallar það raunvísindamaður? Já, það ekki, ég held að sé menntur raunvísindum. Hann skrifar merkiða grein 14. ágúst síðastliðinn þar sem hann ræðir strandveiðar. Hann segir þetta er niðurgreidd atvinnugrein þar sem að verður að færa til verðmæti til sérhagsmuna hópa á kostnað annarra skattgreiðenda. Í þessu tilfelli útgerða í aflamarkskerfinu og þeirra starfsmanna. Ertu ósammála honum? Ég ætla kannski að vera fá að leyfa mér að segja það hérna núna. Að það eru ákveðin verkefni þegar maður kemur saman ríkisstjórn og er að horfa á stóru myndina. Ég er sannfærð það að strandveiðar, og við vitum það er ástæða fyrir þessum 5,3% potti sem tekin frá í stóra aflamarkskerfinu til þess að sinna byggðum landsins. Strandveiðarnar skipta gríðarlega miklu máli þar. Eru stór hluti af því. Getur gert allan fjáran. Það er hægt að setja kvótan á markað, það er hægt að gera allt. Við erum að finna leiðina hérna til þess að mæta þessum óskum byggðana að fá líf í hafnirnar, að fá atvinnustarfsemina heim. Það eru bara mjög skipta skoðanir það hvert verðmætið er. Þetta er bara í skoðun. Þú verður að gefa mér smá andrými til þess að gera það, Stefán. En eru það byggðirnar? Eru þetta ekki aðalega þessir 500 eða 600 strandveiðisjómenn sem að sinna þessu hluta ári? Ég skil ekki. Meinarðu að það sé ekki byggðirnar sem er að kalla eftir þessu? Er það ekki formaður smábátaeigenda og aðri slíkir? Á meðan að þínir flokksfélagar hafa trekk í trekk fært veigamikið rök fyrir því að þetta kerfi sé vont. Svo eru aðri sem færa veigamikið rök fyrir því að það sé gott og ég er með boltan í höndunum. Hverjir í þínu flokki hafa gert það? Enginn. Það held ég ekki. Heyrðu, nýr formaður atvinnuveganefndar, Sigurður Þórðarson, hann hefur verið pottur og pannan í flokki fólksins í að keyra í gegn þetta mál. Það hefur Lilja Rafney Magnúsdóttir líka verið sem að kemur frá Suðureyri. Þau hafa bæði beina hagsmuni af því að þetta kerfi sé belt út. Sigurður Þórðarson á hlutafélag sem heitir Sleppa EHF gerir út glæsilegan bát sem að reyndar hefur svona upp og niður gengið að reka. Samkvæmt síðast ársreikningi sem ég skoðaði úr þessu fyrirtæki hans, þá er eigið fyrir fyrirtækisins neikvætt 5 milljónir. Það er augljóst að því sem að maður sér að þið eru að gefa þarna eftir í þessu máli, gagnvart flokki fólksins. Þetta er mál sem að þeir komið að borðinu. Þið gefið eftir, Ingvar Þóroddsson, fjármálaráðherra kyngja þessu og láta eins og ekkert hafi í skorist og þú brosir blítt. Er þetta ekki óþolandi að fólk með sérhagsmuni, fólk sem að getur jafnvel aukið tekjur í sínum einkahlutafélögum 100% með kerfisbreytingum, sé að knýja þetta í gegnum þingið og setja svo í formennsku í sjálfri atvinnuveganefndinni? Þetta er mjög löng og stór dökk mynd sem þú dregur upp hérna. Nei, þetta eru bara staðreyndir. Sigurður Þórðarson er ekki frekar en aðrir þingmenn að knýja eitt eða neitt hvorki gegnum mitt ráðuneyti né þingið. Hann keyrði þetta í gegnum stjórnarsáttmála. Þetta er stjórnarsáttmálamál sem leiðir til þess að einkafyrirtæki hans eigu mun hafa möguleika á því að tvöfalda tekjur sínar á milli ára. Aftur, Sigurður Þórðarson kom ekki nálægt stjórnarsáttmálum, hann getur að hafa skoðanir, við höfum allir skoðanir, ég hafði skoðanir á ýmsu og kom þeim til míns formanns. Það snertir þetta mál ekki neitt. Komið það í ljósa, hann eigi slíka persónulega hagsmuna að gæta, þá mun hann ekki sjá að vinna þetta mál í þinginu, hann verður ekki framsögumaður. Þannig eru við bara með lög starfsreglu þingsins, það hefur reynda verið brotið. Mun hann koma að atvinnuveganefndinni í málefni sem varða strandveiðar? Þetta er málefni þingsins, ég verður bara að fá að skoða. Ég þekki þetta ekki, þú ert að bera einhverjar upplýsingar að borð fyrir mig hérna núna sem ég hef ekki haft tækifæri til að kynna mér. Þetta eru bara gögn frá ríkisskattstjóra. Það breytir því ekki, ég er að sjá þetta fyrsta skipti, ég er ekki að rengja gögnin, ég er bara að segja að viðbrögð mín verða að fá að bíða. Hefur líka verið á strandveiðum, maður bara velti fyrir sér, það er mikið gert úr því þegar menn eru bændur eru á þingi. Já,
Og þið höfðu stór orðum það þegar að Þórarinn Pétursson beitti sér í ákveðnum málum. Akkurat. Og það hlýtur þá það sama gilda. Ég myndi segja það, ef að þetta svona. Þá bara, en það var vegna þess að svo langt, löng saga. Nú séu hún að koma hingað, hann vill heldur ekki koma með það, hann hlýtur nú að koma lokum. Eitt varðandi bara samstarf þessar flokka, það hefur engin ríkisstjórn held ég farið af stað með brokkengum hætti eins og þessi stjórn hefur gert. Aðalóta málefnum Flokks fólksins. Hvernig að eiga í samstarfi þar sem að þið horfið upp á hvert málið á fætur öðru koma upp þar sem oddviti eins stjórnarflokksins að hóta skólameisturum upp í Grafarvogi með lögregluvaldi, flokkurinn virðist vera með ýmislegt niður sig varðandi þessa ríkistyrki sem að flokkarnir þrífast á. Þetta nú vantarlega ekki þægilegt eða auðvelt að leiða þetta hjá sér? Nei, sko, ég ætla mér langar bara að gera athugasemd hvernig þú byrjaði þetta, þannig að ég algjörlega ósammála því að ríkisstjórnin fer á stað með brokkengum hætti. Ríkisstjórnin fer mjög vel á stað. Við erum að vinna hellingsverkefnum og þú heyrir það, við erum bara rétt að gára yfirborðið í mínu ráðuneyti og ég veit að það á við önnur ráðuneyti. Það hefur gustað Ingu Sæland, það er alveg rétt. Ég geri reyndar athugasemd við þá og hef engan áhuga að ræða einhverjar sögusagnir og tveggja manna samtali. Ég veit að Inga hefur beðist afsökunar. Það búið að staðfesta þetta allt og hún bara... Býtu. Inga hefur beðist afsökunar og ég ætla að láta þar við sitja. Hvað varðar hitt málið? Þá ætla ég að segja, mér þykir slæmt að það skuli vera hnökrar á lagalegri framkvæmd fjárhagsstyrkja til stjórnmálasamtaka að það skuli 5 flokkar einhvern veginn hafa lent í ógöngum við það að uppfylla þau skilyrði sem eru sett. Það voru nú allt flokkar sem að voru þegar lögin eru sett fara í það að kalla þessi gögn saman þannig að það er ólíku saman að jafna. Mismunandi hratt, ekkert ólíku saman að jafna. Það er mjög ólíku saman að jafna því að Inga Sæland hefur sagt ég var alveg meðvituð þetta allan tíman og við erum ekki að fara að breyta þessu upp á flokksþingi. Það voru allir meðvitaður þetta held ég. Þetta var bara eitthvað sem að menn frestuðu að gera. Telurðu að eigi að endurgreiða þessa styrki? Það sem ég tel að ég að gera er að bíða eftir því að því fjármálaráðherra, nýr fjármálaráðherra, Daði Már Kristófersson, sem kemur í fjármálaráðuneyti, áttar sig á þessu. Það fyrsta sem hann gerir er að fá lögfræði álit á ferlinu. Af því það er ekki bara stjórnmálaflokkarnir 5, það er líka fjármálaráðuneyti. En Hanna Katrín, þú fer með löggjafarvald. Nei, nú ætla ég að fara að klára. Já. Og ég vil bara bíða og sjá hvað kemur út úr þessari skoðun og ræða málið þá. En þú fer með löggjafarvald í landinu. Þú setur þjóðinni lög á samtíðinum 62 kollegum. Þingið setur lög og þau eru skýr. Lögin eru brotin eða menn fylgi ekki lögunum. Verður það ekki að hafa afleiðingar? Eða gildir annað ykkur þingmenn og stjórnmálaflokkana heldur nokkur almenna borgara landsins? Sannarlega á ekki að gilda neitt annað og það er akkurat þess vegna sem það er lögfræðingur að fara yfir þessi mál og skoða. Það þarf ekki lögfræðing til að meta það. Lögfræðing til að meta þetta. Það er ljóst að lög voru brotið. Það þarf lögfræðing til að meta þetta. Nú veistu, þetta veistu. Jæja. Ekki er ég viss um það. Varðandi símhringinguna í skólameistarann, þið gerðuð ekki lítið úr því þegar að þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfðu samband við lögreglustjóra og það var þið sem gerðu lítið úr því. Nei, ég get bara sýnt þér fréttir þar sem við fjölluðum þau mál fram og aftur. Þar sem að leita var upplýsinga hjá lögreglu það hvernig mál stæðu. Nú hefur það verið staðfest og ekki borið tilbaka á ráðherranum að vísun í áhrifina lögreglunar hafi verið notuð í samtali við þennan blessaða skólameistara. Það er ekki hægt að sætta sig við að fólk fari svona með vald sitt. Það myndi ekki sætta sig við að þú færi svona með vald þitt inn í atvinnuvegaráðuneytið. Nei, en þetta bara, þarna hefur hún beðist afsökunar. Ég hef reyndar heyrt hana hafna því að hafa vísað þetta svona. Ert þú að segja hún hefði gert það einhverstaðar opinberlega? Nei, ég er að segja ég hef ekki síðan að bera það tilbaka. Þú ert að vísa í þetta samtal. Ef það kemur í ljós hún hefur vísað í lögreglu. Þá er ég bara að fá að svara þá. Ég get ekki verið að bregðast við einhverju mögulegu og mögulegu ekki sem aðrir gera. Alveg óháð því hvort þið sitið með mér í ríkisstjórn eða ekki. Þú veist þetta. Þetta er bara svona, hún er búin að svara fyrir þetta, hún er búin að biðjast afsökunar. Og síðan kemur bara í ljós hvort að eitthvað annað komi upp og þá bregðustu við því. Svona er þetta. Ég býð eftir því Inga Sæland mun koma hér til mín innan tíðar og þá förum við yfir þetta frá þeim sjónarhóli. Ég óska þér, Hanna Katrín, velfarnar þessu stóra verkefni. Það skiptir máli fyrir okkur öll að þér tækist vel upp í þessum verkefni. Takk fyrir það. Hlakka til að koma aftur þegar ég hef eitthvað meira að segja. Þú ert alltaf velkomin, það er bara þannig. En þá er ekki meira á vettvangi þessar langa og góða spursmálaþáttar þennan föstudaginn. Ég hlakka til að sjá okkur hér á vikuliðinni með glóandi spennandi efni og ég er alveg viss það að verða einhver tíðindi af stjórnarheimilinu eins og síðustu vikur.